það er ýmislegt búið að gerast síðan í síðasta þætti og því þegar ég er að vinna þetta, ég er búin að vera að gera þetta þannig að ég er að hoppa bara inn á livestream, sérstaklega á TikTok eða aðalega á TikTok, það sem ég er að streyma og já, þannig að nú ætla ég að sýna ykkur hvað ég er búin að gera síðan síðast. Þannig að hér er Unreal Sena. Það skal bara byrjum á því að fara aðeins í gegnum, spila aðeins í gegnum leikinn þannig að þið sjáu hvert hann er komin og svo ætla ég aðeins að dýfa mér ofan í að sýna ykkur hegðunina á bakvið þetta. Þannig ég ætla að íta hérna á play. Þannig að þið sjáuð að við erum með hennar litla punkt. Hér er komin aðeins meiri grafík hérna í kring. Síðast þá skoðum við hvernig við bjöggum til þetta overlay eða þetta hérna, þannig að við getum séð hér erum við með kaffibolla sem ég get notað. Ef ég hægri klikka að þá fæ ég þennan glugga sem að sýnir upplýsingar. Hér á að vera mynd sem að ég er bara ekki búin að bæta inn í, þannig að hugmyndin er að hér er einhver mynd, hér er einhver texti og þið sjáu að ég er búin að nú er ég ekki lengur með tengingu við stjórntækin, þannig að nú fæ ég mús, þannig ég get gert hluti með mús eins og til dæmis að loka þessum glugga og þá lokast hann aftur. Þannig að við byrjum kannski á því að skoða aðeins út herbergin og einn galli sem að er í svona pröfuútgáfinni hjá mér núna er að ég þarf alltaf að fara að sækja lykilinn, þannig að það er svona smá hegðunar vandamál hérna, þannig ég ætla að kveikja á þessu lampa, sækja hennan lykil hérna og þá sjáu þið að núna kemur inn skrifstofulykil í inventoríið mitt. Hér fekk ég alveg ótrúlega góðar tillögur í sambandi við losum okkur við þetta hérna svona hvernig við getum farið að setja söguna inn í þetta. Ég trúi ekki hvað þú gerðum í gærkvöldi, þannig að ég er að leita að svona leiðum til þess að búa til segja sögu innan úr leiknum. Þannig að við bættum við hérna einu herbergi. Hér eru skápar og hér við notum lampan hérna aftur, hér er einhvers konar baðherbyggi sem ætti nú kannski reyndar að vera sturta frekar heldur en closet og við erum bara búin að vera að vinna mikið í að blokka þessa hluti út og ég er að nota þessa þrívídarasseta eða þrívídamódel sem ég verið að nota, þannig að allt saman bara grátt og við erum bara að blokka út. Þannig að við erum líka hérna að setja inn, hér er tannkrem, þannig að við ættum kannski að setja vaskinn og kodda. Þannig að hugmyndin er að spilarinn kannski byrjar hér og vinnur sig hérna út. Höldum aðeins að fara að skoða, við bættum við vasaljósi hérna á borðið og hér getið þið séð að svona aðgerðin er að taka upp, þannig að þegar ég smelli þá sjá að ég fæ vasaljós hérna í vinstra megin og vasaljósið leyfir okkur að íta á F og þá fáum við svona vasaljós þar sem við getum horta þessi kringum okkur og hugmyndin var að þú byrjar á því að finna hérna vasaljósið, tekur það upp og prófar það og þá ættir að sjá lykilinn hérna. Þannig að ég er ennþá bara mjög gróflega að búa til hegðunina. Opnum þessar hérna dyr, aðeins búin að vera að vinna hérna í að gera þetta aðeins fallegra, reyna að segja einhverja smá sögu af hverju þetta hérna á hliðinni til dæmis en eins og við sjáum þá að þetta ennþá allt saman mjög tómt og svo bættum við einu herbergi hérna í viðbót sem við förum hérna inn og þið sjáum að textin er ennþá rangur og ýmislegt svoleiðis og hér þetta á að vera svona svæði þar sem við horfum út á kannski mánan, gefa til kynna að þetta sé kannski myrkur eða það sé kannski nóttan úti, þannig að upplifunin þetta er raun og veru það sem er komið af upplifuninni en það er ekki, ég er ekki búin að tengja hann almennilega sama, þannig að það eru komin nokkrir svona featurear og næsta skref held ég sem ég þarf að taka og ég tók svolítið eftir því á síðasta streymi er að ég held ég þurfi að vinna svolítið meira núna í raun og veru þessari bara leikja hönnuninni sjálfri að því ég komi með alla fítusuna mína við getum skoða hérna eins bara þessar upphafs innblástusmyndir sem við vorum með í upphafi, þannig að hér þetta er hérna útisvæðið með bláa það sem við sáum mánan, þetta var svona innblásturinn þar svo vorum við með þetta svæði, þetta hérna eru það sem hillurnar eru, þannig svolítið vinna eftir til að ná þessu góðu og svo náttúrulega þessi skrifstofa sem við vorum með er orðin farin að líta betur út og gaman að skoða hérna alltaf hvar við vorum þegar við byrjuðum, þannig að hér er svona kannski fyrsta útgáfan
og svo ef við skoðum að þá erum við komin hingað, þannig að það er strax orðin mikill munur. Þannig að nú skulum við kannski kíkja aðeins bara á kóðan sem á bakvið þetta. Kannski fyrst að þá eru allt þetta hérna umhverfi er raun og veru bara gert með kössum og svona einföldum formum, þar sem ég bara copy-pasta. Þetta hérna er bara kassi sem ég er búin að teygja og er bara að reyna að blokka út þessi umhverfi. Ég bætti við þessu hérna ljósi og ég breytti þessu hérna ljósi sem við erum með úr því að vera ljósi sem er hérna inni í þessu, ekki þessu herbyggi heldur þessu hérna herbyggi. Þetta hér er ennþá bara svona leikmunur eða bara einhverjir objektar, þetta er kassi og svo er einhver ljós hérna, en inn í þessu herbyggi þá breytti ég þessu þannig að þetta hér er orðið að leikmun sem heitir light fixture, sem þýðir að ég get dregið þetta ljós inn sem er þá með öllum ljósunum og stillt við upp í raun og veru hvað sem ég vil. Og ég byggði hérna litla hegðun sem að þegar að leikurinn byrjar að þá býðum við í einhvern smá tíma og keyrum síðan hegðun í þessari tímalínu þar sem að við erum að breyta light intensity levelinu á ljósunum sem að er hérna, sem á að fara þá frá þetta er ábyggilega gallinn okkar, sem á að fara frá 0 og þetta á að vera svona, hugsa ég. Já, þannig að hugmyndin er að þetta byrjar í 5, það er upphafsgildið, byrjar í 5 og fer yfir í afsakið, þetta á að vera svona og svona. Að þetta átti að búa til svona einfalt flikker, sjáum hvort það virki núna. Alltaf þarf ég að fara að finna hann að blessaða lykil til að testa. Þannig að þessi ljós, þannig að þið sjáið hérna núna að það er svona pínulítið blikk í ljósunum og þetta er svona kosturinn við það að vera búin að breyta þessu yfir í leikmun, að þó að hegðunin sjálf sé kannski ekki alveg fullkomin, að þá erum við komin með stað þar sem við getum farið að ídra svolítið á að búa til þetta blikk og þessar svona draugalegu umhverfi sem við erum að reyna að gera. Þannig að það er þetta ljós hérna. Síðan byggðum við inn í hérna í raun og veru við skoðum hérna þetta vasaljós. Þetta við heldum bara áfram að vinna með það sem við vorum að gera síðast, það sem við byggum til þessa interactable hluti, og ég bjó til nýjan interactable hlut sem heitir flashlight og hann er gerður alveg eins og lykillinn, sem þýðir bara að interactionið sjálft er bætt inn í inventoryið, þannig að þetta hérna reyndar ekki alveg rétt, en þannig að þegar við interaktum við hann þá er hluturinn fjarlægður úr heiminum og við skrifum færslu í inventory kerfið okkar sem er á spilaranum. Þannig ef ég fer hérna yfir í finnum spilaran hérna einhvers staðar, karakter, first person blueprint, og við erum með inventoryið okkar hérna á player controlernum hérna, að þá erum við með þetta inventory og inventoryið er inniheldur þá lykil eins og til dæmis bara flashlight og svo hversu margir eru í því, og hegðunin sem við settum upp síðast að hún hafði svolítið með það að gera að bæta svona hlutum inn í. En það sem þetta leyfir okkur að gera er að við skoðum hérna karakterinn, ég bætti við þessu hérna spotlighti hjá karakternum sjálfum sem er vasaljósið sjálft, það er fest við myndavélina, þannig að þegar við horfum svona upp og niður að þá fáum við myndavélina, eða þá í raun og veru hreyfist þetta spotlight, og svo í raun og veru það eina sem við gerðum er að við bættum hérna inn í takan F hérna, að þá sjáum þið að ef ég íti á F að þá spyr hún, láttu mig fá player controllerinn minn, það sem inventoryið er flashlight í inventoryinu, og ef svo er að þá gerum við þetta flip-flop á milli intensity á ljósinu sem er 5000 svo nýr í 0, en ef það er ekkert flashlight þá gerir þetta raun og veru ekki neitt, og ég þannig að þetta er svona mjög einföld útgáfa af vasaljósi. Og já, í raun og veru það er eitt í viðbót sem við bættum við, sem ég ætlaði að sýna ykkur, sem að hefur með það að gera að
nú veit ég ekki hvort ég ná að sýna það, við bættum hérna líka við mjög einfaldri útgáfu af fótsporum þegar við göngum og þetta virkar þannig að þegar leikurinn byrjar að þá búum við til lúppu sem að keyrist á hálf sekúndu fresti og þetta er ekkert kannski einhvert frábær leið til að gera þetta en af því að við erum bara að reyna að ná einhverjum svona hughrifum inn að þá virkar þetta ágætlega þannig að hálf sekúndu fresti ætla ég að reyna slökkva hérna á tónlistinni og sjá hvort ég geti hækkað hérna aðeins í eftir svo þið heyrið þetta að á hálf sekúndu fresti að þá keyrir þessi play walking sound og hann keyrir bara ef hraðin á spilaranum er meira en 0 þannig að ef við spilum leikinn okkar núna þá heyrist ekki neitt þannig að nú erum við komið með svona einfalda útgáfu af labbi og hérna ef við náum í vasaljósið okkar sækjum lykilinn þá er líka hljóð hérna sem kemur opnum hurðina og ég held þegar við lokum henni líka þannig að þetta er allt svona allt í raun og veru svona að smella saman þannig að þetta er í raun og veru bara updateið í dag og þetta gengur eiginlega bara verði að segja vonum framar og ég er svona farin að skoða hvort ég sé komin með nóg til þess að taka mynd til þess að setja leikinn á Steam þó að það sé kannski ekki alveg orðin tilbúin til að spila en þá þarf ég þarf bara að vera með nokkur screenshot til að geta sett á þangað þannig að það er svona næsta pæling þannig að já, endilega kíkið á mig á TikTok þar sem ég hoppa svona einn frekar óskipulagt til að spila en já, cool